Ég tilbúin. Ef sonurinn gerur yður frjálsa, munu þér sannarlega verða frjálsir. Jóhannes 8:36. Vissir þú að það er ekkert sem heitir hlutlaust svæði milli ills og góðs? Margir sem halda sér svona einhvers staðar grátt svæði og það sé allt í lagi að vera þarna einhvers staðar mitt á milli. Það er ekkert grátt svæði. Það sem hlutleysi ríkir og þú færð að vera í friði með þínu hugðarefni, getur prófað eitt og annað. Hvað hentar mér? Ætti ég að fara að stunda einhverfa íhugun? Það er svo fallegt, held ég. Eða skoða nýaldarstefnu. Hún er svo spennandi. Og búin að vera svo vinsæl lengi. Sérstaklega meðal fræðafólksins. Fullt af leikurum í Hollywood er þar. Já, og svo þetta, sem er svo rosalega spennandi og inn núna, að hugsa og óska sér einhvers og tala það út og vænta þess og skapa sýn. Ég vil teikna hann upp og lýsa henni nákvæmlega, þá verður það að raunveruleika. Því að hugaraflið er svo sterkt. Við getum skapað okkur sjálf tilveru með hugarafli. Er það ekki? Og svona eins og að veifa töfrasprota eða særa fram viljaðinn sem þú vel að merkja sendur út í kosmosið eða himingeiminn. Þetta er mjög innsælt, þið heyrið þetta oft. Fyrir nokkrum árum kom fram enn ein bókin, þið kannist ábyggilega við forsíðuna á henni, sem má finna víða, kölluð leyndarmálið eða Secret. Mikið auglýst var í jólabókaflóðinu, annar hver lá við keyptara. Talin vera lausn ótal vandamála, mjög mikið nýjaldar. Og upphaf alls konar sigra og framfara. Þannig var það líka þegar indverski gúrúin Sri Chinmoy kom til Íslands 1989 og sýndi afl sitt á Lækjartorgi með því að lyfta ráðherra, Steingrími Hermannsyni, upp með annarri hendi, vel að merkja. Ráðherrann stóð á palli sem studdist við svona járngrind eða búr og það gerði honum kleift að lyfta án þess að hallast til hliðana. Kannski ekki svo flókið að grannt að skoða, allavega heyrði ég margt lyftingafólk segja að þetta væri engi vandi, þú ert með svona græjur í kringu það. Hann framdi þennan gjörning í nafni friðar. Vel að merkja þá að hlaupi svo kallað friðarhlaup á þessum tímum, helgina 10. júní. Hann dó nú samt og hjartaáfalli. Hann lifði hollu lífi, skilst mér. Hann dó 76 ára, bara svona árið eldri en ég er núna. Rétt eins og margir venjulegi menn árið 2007. Hann bað fyrir sameiningu allra trúarbragða en var alinn upp í hindúatrú. Honum fannst að trú sín væri kærleikur Guðs og bar þá fullyrðingu fram. Þegar ég var kynnt fyrir kenningum Sri Chinmoy fannst mér það mjög fallegt og spennandi, enda var ég ekki gömul þá. Íhugunin snerist að stara á mynd af honum, þar sem væri vel að merkja sást bara í hvítuna, þar sem hann átti að vera í sérstöku andlegu ástandi, ranghvolfandi augunum á þennan fremur óhuggulega hátt. Og þegar ég spurði hvort ég mætti ekki íhuga bara á Jesú, var dregið úr því. Og bent á að myndin af þessum leiðtoga væri málið. Þaðan kæmi krafturinn. Sem betur fer lét ég ekki til leiðast. Andinn leiddi mig vinsamlega áfram á hægri göngu minni til þekkingar á Guði og sönnum kærleika hans. Fórn Jesú okkar vegna, birtingar mynds hins sanna kærleika. Slíkir gúrúar sem þessi geta að því sagt lyft alls konar með hugaraflinu. Það geta líka þeir sem fara langt í að gera samning við öflins illa, andaveru vonskunar. Þeir geta setið í flótus eða slökunarstellingu og lyfst frá jörðu. Ég sá par á götu út í Kanaríeyjum fyrir nokkrum árum. Þau voru að sýna töfrabröð og hún sat eins og myndastytta, algjörlega frosinn,
á götunni og hélt í prik. Hann, mótleikarinn, sat á einhverju sem ekki sást, var ekki einu sinni spýta út frá prikinu, en tengdist prikinu. Hann sat sem sagt í lausu lofti og var jafn sviplaus og konan starandi fram fyrir sig, haldandi í sama prik, gersamlega hreyfingarlaus. Og ég hugsaði þá, þetta frá Satan. Þetta fólk trúir ekki á Guð, né lætur sér and neitt annað en sig sjálft og myrkraöflin sem stjórna þeim. Fólkinu í kring fannst þetta flott atriði, kannski var það búið að kaupa síkretbókina, veit það ekki. En það fyllti með depurð og leiða að upplifa að þarna væri fólk sem aldrei kynni að verða sér meðvitað skapara sinn. Né heldur virtist sólarþyrsta fólkið í kringum okkur þyrsta í Guðs orð og nærveru. Satan gerir sitt besta til að eyðileggja líf endurfæddra kristinna manna og reynir að neyða þá til að gefa upp trú sína á frelsarann með því að skapa veraldlega örvæntingu sem kallar á mannlegar lausnir, ekki Guðs ráð. Samt hefur Jesú aldrei tapað bardaga við Satan. Við skulum bara aldrei gefast upp. Og eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu amen, ætti að biðja Guð á hverjum degi, frelsa oss frá hinu vonda, eins og stendur í Mattheusi 6:13. Viðurkennum að baráttan sem við stöndum frammi fyrir ekki líkamleg, heldur andleg. Skiljum að óvinur okkar ekki manneskja, heldur myrkrahöfðinginn, Satan. Og vitum að Guð hefur valdið, já, vald og löngun og rétt til að vernda alla þá sem snúa sér til hans í bæn og trú. Áhrifavaldar blasa allstaðar við. Í sjónvarpsauglýsingum má sjá þekktan handboltamann sem gerði garðinn frægan fyrir nokkrum árum og hefur verið mikið í sjónvarpi landsmanna undanfarið við að spjalla keppnisleiki. Í auglýsingunni sést hann svífa í lausu lofti eins og, nú ég að trufla eitthvað hérna. Jóhann, þú bjarga mér. Já, eins og hann svífi bara í lausu lofti og við erum minnt á auglýsingunni að slaka á. Hvaða skilaboð þetta? Jú, þú getur svo mikið í eigin mætti. Bara leitaðu að svörum innra með þér. Farðu í jóga eða slökur eða eitthvað prógram í símanum. Fáðu þér app til að redda svefni eða hvíld. Allt annað en bæn til Guðs. Í mörg ár tók ég samkvæmt læknisráði lyf við þunglindi. Ég hef ekki tekið þau lengi. Þó læknirinn minn væri áhyggjufullur að ég hætti of bratt. Ég hætti hægt og meðvitað, tók góð vítamín, sérstaklega þau sem oft skortir á dimmum norðurhjara veraldar, sem sagt D-vítamín. Þetta hefur gengið vel. Það mikilvægast í öllu þessu bænin. Bæn til Guðs á hverjum degi, oft á dag. Tók líka lengi eitthvað til að hjálpa mér til að sofa, samkvæmt læknisráði. Það hjálpaði mér tíma, en svo fór ég að hugsa. Ef engin lyf verða til í landinu af einhverjum orsökum, hvar verð ég þá stödd? Og ég sé þetta gerast og það svo stutt í það ástandi verið þannig að margir sem eru mjög háðir lyfjum finna engin lyf í apótekinu, þau finnast ekki í landinu og það verður mjög erfitt hjá mörgum. Það var gott að vera ekki háður lyfjum. Ég bað Guð að hjálpa mér til að sofa án lyfja og ákvað að hætta að reiða mig á þau, hverju nafni sem þau nefnast. Skemmst frá að segja hef ég sofið án nokkurra lyfja núna í langan tíma og sef eins og best verður á kosið. Lof sé Guði sem lætur sér and heilsu okkar og velferð. Við getum talað allt við Guð, hvort það með svefnleysið okkar eða þunglindið, við bara ættum að treysta honum meira.
Það að biðja og treysta Guði snýst ekki skyndilega breytingu á hugafari. Það er oft töluverð leið að takmarkinu, hugarfarsbreyting og trú barnsins á föður sinn. Trúðu eins og barn, en hugsaðu eins og ábyrgur fullorðinn einstaklingur. Og svo er mikilvægasta skrefið ákvörðun, að ákveða eitthvað. Þú ert að ákveða að þú vilji láta reyna á Guð, svar hans og handleiðslu. Þú þarft að ræða þessi mál í einlægni og tjá honum ósk þína og vilja til breytinga. Það gerði ég varðandi reykingar á hana fyrir næri 40 árum, mjög ákveðið, og það var strokað út úr hugsun minni, marga daga á eftir, þar til ég fattaði að löngunni var horfin. Óvinurinn sem vildi að ég félli hamaðist við að láta mig dreyma á nóttinni að ég væri að reykja og hefði algjöra stjórn á því sjálf hvenær ég hætti eða hve vel mig gengi að stjórna því. Mjög lifandi draumar, svo raunverulegir að það var næstum því óhugnanlega skýrt og lifandi. Svona getur óvinurinn kastað inn hugsunum og draumum á okkur veikbyggða menn og konur. Við sjáum verk hans allstaðar í kringum okkur, hvernig geðsjúkdómar herja á og aukast, einsemd og örvænting fær fólk til að drýja hræðilega hluti gagnvart öðrum og gegn sjálfum sér. Fréttirnar eru alltaf þarna. Við hjónin höfum tekið upp nýjan vana sem er að þroskast og vonandi vaxa. Við lesum í riti andarspádómsins á hverju morgni og við lesum í Biblíunni á hverju kvöldi. Auk þess biðjum við saman eftir lesturinn og tölum jafnvel ritninguna sem við vorum að rannsaka. Þetta er aðeins byrjunin sem við ætlum að verja meiri tíma í og vaxa betur, því við sjáum og finnum að þessi heimur er ekkert að lagast og við þurfum að gera það sem okkur er boðið í orði Guðs. Eða hvað sagði Jesú við lærisveina sína? Hann sagði við þá: farið út allan heim og boðið allri sköpuninni, öllum mönnum fagnaðar erindið, sá sem trúir og lætur skýrast mun hólpin verða, en sá sem ekki trúir verður dæmdur. Og þessi tákn munu fylgja þeim sem trúa. Með því að nota nafn mitt munu þeir reka út illa anda, þeir munu tala nýjum tungum, þeir munu taka upp höggorma og ef þeir drekka eitthvað banvænt mun það ekki skaða þá. Þeir munu leggja hendur á sjúka og þeir munu ná bata. Var hann að segja satt? Minnumst þess sem gerðist hjá Páli þegar hann hristi af sér höggorminn sem skreið undan eldunum hann og skipsöfn og aðri bandingjar voru komnir á land á Möltu. Lítum aðeins nánar á reynslu hans þeir lentu í óveðri og hrakningum á leið sinni til Rómar. Til að vel að merkja, sem fangi 100 nokkurs Júlíus hét. Við skulum lesa 27. kafla Apostolasögunnar þetta ferðalag og hrakninga Páls og skipverja allra og svo þessa atburðarás í lokin sem sannar orð Jesú rækilega. Ég hef ekki komið til Möltu sem vinsæll ferðamannastaður en gæti hugsað mér að skoða þessa söguslóðir og rifja upp sögu og reynslu Páls. En við skulum lesa aðeins í 27. kaflanum. Nú sem vorum heilir á land komnir, fengum við að vita að eyjan hét Malta. Eyjarskeggjar sýndu oss einstaka góðmennsku. Þeir kynntu bál og hlynntu að oss öllum en kalt var í veðri og farið að rigna. Páll tók saman hrísvöndul og lagði á eldinn. Skreið þá út naðra undan hitanum og festi sig á hönd hans. Þegar eyjarskeggjar sáu kvíkindi hanga á hendi hans, sögðu þeir hver við annan: það er víst að þessi maður manndrápari, fyrst refsinornin lofar honum ekki að lifa, þótt hann hafi bjargast úr sjónum. En hann hristi kvíkindi af sér og sakaði ekki. Þeir bjuggust við að hann myndi bólna upp eða detta sviflega dauður niður, en þá þeir höfðu beðið þess lengi og sá að honum varð ekkert meint af, þá skiptu þeir bara algjörlega skoðun
sögðu hann Guð vera. Í grennd við stað þennan átti Búgarð æðsti maður á eynni, Públíus að nafni. Hann tók við oss, segir Páll, og hélt oss í góðu yfirlæti 3 daga. Svo vildi til að faðir Públíusar lá sjúkur með hitaköstum og blóðsótt. Páll gekk inn til hans. Eftir þetta komu aðrir og lagði hendur yfir hann og læknaði hann, baðst fyrir. Eftir þetta komu aðrir þeir sjúkir voru á eynni og voru læknaðir. Höfðu þeir oss í hávegum og við skildum sigla gáfu þeir oss allt sem við þurftum til fararinnar. Páll. En í Markusi 16, 15-20 segir: Þá drottinn Jesú var tekin upp til himins eftir að hann hafði talað til þeirra og settist til hægri handar Guði, og þeir fóru út og boðuðu fagnaðarerindið allstaðar, meðan drottinn starfaði með þeim og staðfæsti boðskapinn með táknum sem þeim fylgdu. Þetta er Markus 16, 15-20. Meðan þessi atburður gerðist, meðan að Jesú var að stíga upp til himins, hvað var þá Páll að gera sem sál? Hann var ekki einu sinni búinn að kynnast Kristi nema sem einhverjum sem að þyrfti að hreinsa til eftir, útrýma fylgjendum hans, leiðrétta meinta villu þeirra sem trúðu á hann með illu eða góðu, aðalega með valdi og dauða. Páll var hræðilegur þegar hann var sannfærður að þetta útrýma öllum fylgjendum Krists. Svo mætir hann Jesú á leiðinni til Damaskus og líf hans snýst við. Hvað getum við lært af þessu? Við höfum ekki ofsögt neitt svo ég viti. Okkur boðið að feta í fótspor lærisveinanna og trúa að Guð sé með okkur og boða öðrum þekking á Guði. Að trúa því að bænir okkar séu heyrðar, að fyrirbænir okkar skipti máli. Að þó að heimurinn sé á kafi í ringulreið og villu og tæknin sé svo blekkjandi að tekur út yfir allt, þá eigum við enn erindi í því að leiða fólk frá villu til sannleika, þó að öll trúarbrögðin sem lofa gulli og grænum skógum séu bara í raun gervigreind, hins illa, að búa til tálmyndir og blekkingu. Mér langar að skjóta hér að örstuttri sögu að ég sá á netinu frásögn konu og gervigreindin bjó til frægan leikara, einn af frægustu leikurum í heimi, Brad Pitt. Og gervigreindin bjó til svo sannfærandi mynd að Brad Pitt liggjandi á sjúkrabeði eins og hann hefði lent í stórslysi og segir bara að það hefði verið svo dýrt fyrir hann að skilja við Angelínu og hann sé honum peningalaus og hann biður fylgjendur sína peninga. Og ein vestlínsk konan sem alveg dýrkaði þennan leikara, hún brást hart við og hún skildi við manninn sinn og allir peningar sem henni lögðust til, hún eyddi þeim í þennan ímyndaða Brad Pitt sem var bara gervigreinda tilbúningur, enda var hann ekkert á sjúkrahúsi í raun og veru. Þetta er bara svona dæmi eitt af þúsundum dæma sem sjálfsagt að gerast út allan heim, þar sem saklaust fólk lætur blekkjast. Svo að við erum að sjá fram á tíma þar sem blekkingarnar taka út yfir allt. Og hann notar það. Sá sem ekki trúir verður dæmdur. Dæmdur til hvers? Til að missa af uppfyllingu loforðsins eilíft líf í friði, gleði, allsnægtum og ljósi Guðs. Ætli það sé svo mynd og uppfylling sem fólk vildi gera kröfu til með því að senda óskir sínar út í kosmosið, eins og svo vinsælt að kalla þetta óræða svæði, einhver staðar þar nú langt úti. Ætli það geti kannski í sumum tilfellum sýnt árangur og uppfyllingu óska? Já, því miður. Það er margir sýnt fram á að alls konar uppfyllingu drauma sinn og óska út frá þessum aðgerðum því að, það er einhver með þeim öflugur en ekki Guð. Ég var eitt sinn á þessum stað. Ég fór á sjálfstyrkingarnámskeið hjá góðri konu
sem kenndi okkur að setja saman myndablað með óskum og draumum. Já, þetta blað ennþá. En það sem ég gerði var dálítið öðruvís en hún lagði upp með. Ég var nefnilega byrjuð að kynnast Guði og var smátt og smátt að læra að þekkja hann betur, þó að þroskagangan tæki lengri tíma en mig óraði fyrir. Ég lagði myndina góðu með óskunum, lagði hana fyrir Drottin og bað hana fyrirgefa mér ef ég væri að setja fram hégómalegar óskir. En ég vildi að hann væri með í ráðum og tæki á móti óskum mínum og þörfum. Það skemmst frá að segja að svarið kom innan ótrúlega skamms tíma. Ég hef sagt frá þessu hérna áður. Ég var í fjárþröng, fráskilin í námi og fullri vinnu. Bjó í leigu íbúð en búin að sækja hagkvæmari íbúð hjá borginni í 10 ár. Áður en ár var liðið var ég komin í hagstæða leigu íbúð rétt á skólanum sem ég stundaði, hitti konna sama leyti sem var orðin ekkjumaður og vildi ólmur lána sem bílinn sinn svo ég þyrfti ekki að nota strætó. Sagan er ótrúleg því allt sem ég setti á blaði góða rættist meir en mig grunaði og innan 3 ára fluttumst við konni inn í húsi sem við byggðum, eitthvað sem var langt utan við ímyndun mína sem aldrei hafði áður átt nýbyggt einbýlishús. En núna spurningin næsta skref. Munum við í ellinni búa þarna eða hvað verður? Svarið er ekki okkar heldur Guðs sem vakir yfir okkur. Við vitum að þetta er tvísýnt, fer eftir svo mörgu, en við höfum ekki áhyggjur. Við tölum við Guð á hverjum degi, látum allt í hans hendur, hann sér sín börn, hvar sem þau eru, hann hefur aldrei brugðist. Komum aftur að heiminum sem við okkur blasir. Hvað er í gangi? Þetta fólk sem svo frægt fyrir þessar kenningar líka á því að mennirnir séu einhvers konar guðir. Því haldið blákalt fram að mörgu frægu fólk í dag. Rökin eru notuð á harðsvíraðan hátt. Því að þú ert skapaður í Guðs mynd þýðir sem sagt að þú sést Guð. Merkilegt er að þeir afneita tilvist Guðs en nota svo þessi rök. Munið þið eftir einhverjum sem notaði svona flækjurök? Jú, einmitt. Hver sagði, er það sagt að Guð hafi sagt að þið megið ekki borða af neinu tré í garðinum? Klóklega orðað því hann settir konuna strax í vörn og tældi hana til að útskýra fyrir honum aðeins til að afvega leiðana enn frekar og segja henni að auðvitað væri Guð ekki að segja satt, hann væri bara að passa að þau yrðu ekki eins frábær og máttu og vitur eins og hann. Guð væri sem sagt að halda þeim niðri og snuða þau mikilvæg lífsgæði og ríkidæmi. Þannig eru flækjur heimsins í dag. MAGA skammstöfun framan á ótal derhúfum í Ameríku núna á að standa fyrir Make America Great Again. Var Ameríka svona stórkostleg? Kannski fyrir suma, en svo er spurningin hvort þetta geti líka þýtt Make Antichrist Great Again eða gerið andkrist öflugan á ný. Samkvæmt því sem ég nefndi áðan mætti hafa langt mál um þetta. Þá er verið að gera andkristi hátt undir höfði á alls konar máta. Hollywood dælir upp kvikmyndaefni sem afvegaleiðir fólk og heillar það til að trúa alls konar blekkingum og afbökun sannleikans. Flækjustigið bara eykst. Það bara eykst. Allir vegir liggja til Rómar var einu sinni sagt. Skrítið, því einmitt þaðan koma svo margar ábendingar leiðir til að lifa lífinu og fólk fljótt að gleyma. Á hrífandi og áhrifaríkan hátt sýnt fram á að Rómarvaldi sé breytt og nú orðið eins og blíðasta móðir tilbúin að smala til sín frávilltum dætrum sínum, sem sagt kirkjum mótmælenda, sem hvort sem flestar halda sunnudaginn helgan, eins og aðalmóðurkirkjan
Löngu búið að koma því inn hjá þorra fólks að 7. dagurinn, sem þó einn sagður heilagur í 4. boðorðinu, að hann sé bara gyðinglegur. Má umbera hann, en ekki gildur sem hvíldardagur, og því beri nú að setja lög þennan dag, sunnudaginn, að hann skuli vera dagur fjölskyldunar, hvíldardagur allra. Allt þetta að gerast, og leiðtoginn sem skekur nú heiminn með valdboðum sínum og lagasetningum vinnur að því að gera eins og Rómarvaldið býður. Hægt eða hratt, allt eftir því sem hentar best útkomunni. Innan og saman við fólk sem fullyrðir að við séum guðir af því að við séum svo öflug í eigin mætti og sköpunarkrafturinn sé innbyggður í okkur. Allt þetta mun einhvern megin flækjast hvað með öðru og vera samþykkt að blíðri og skilningsríkri móðurkirkju. Hvernig veit ég ekki, en Babýlon á fullu. Munið, Babýlon þýðir ruglingur og ruglingur Satans. Hann sérfræðingur í því að skapa rugling, hann hefur alltaf verið það. Hvað eigum við að gjöra, bræður? Munið þið þessa óttablöndna spurningu frá þeim sem áttuðu sig á að þeir voru búnir að losa sig við Krist, drepa hann með köldu blóði á krossi. Ég var að lesa niðurlagið í 2. kafla Postulasögunar eftir stór atburði hvítasunnudagsins, þegar háðsglósur sumra héldu að postularnir væru drukknir vegna þess að þeir töluðu mál sem allir skildu, allir ferðamenn og útlendingar, hvaðan sem þeir komu. Hæðinin vopn margra. Ég var að lesa í 37. kafla. Þeir heyrðu þetta sem Pétur var að segja á hvítasunndaginn, var sem stungið væri í hjörtu þeirra, og þeir sögðu við Pétur og hina apóstolana: Hvað eigum við að gjöra, bræður? Og Pétur sagði við þá: Gjörið iðrun og látið skýrast hver og einn í nafni Jesú Krists til fyrirgefningar synda yðar. Þá munu þér öðlast gjöf heilags anda, því að gjöf heilagan anda, því að yður ætlað fyrirheitið, börnum yðar og öllum þeim sem í fjarlægð eru, öllum þeim sem Drottinn Guð vor kallar til sín. En það ekki yndislegt, það var ekki bara lítill þröngur hópur heldur, allir sem voru í fjarlægð líka. Öllum þeim sem Drottinn Guð vor kallar til sín. Og með öðrum fleiri orðum vitnaði hann og ámyndi þá og sagði: Látið frelsast frá þessari rangsnúnu kynslóð. En þeir sem veittu orði hans viðtöku voru skírðir, og þann dag bættust við 3.000 sálir. Hugsið ykkur. Þeir ræktu trúlega upp fræðslu postulana og samfélagið, brotning brauðsins og bænirnar. Að rækja eitthvað trúlega, ekki bara einstaka sinnum. Að halda hvíldardaginn, að koma í kirkju, að biðjast fyrir á hverjum degi, oft á dag. Óttasett af hverjum manni, en mörg undur og tákn gjörðust fyrir hendur postulana. Það voru bara venjulegi menn eins og við. Allir þeir sem trúðu héldu hópin og höfðu allt sameiginlegt. Þeir seldu eignir sínar og fjármuni og skiptu meðal allra eftir því sem hver hafði þörf á. Vel að merkja. Ef við skilum 10, ef við gefum fúslega og leggjum saman, þá hægt að halda öllu gangandi og þá getum við alltaf komið saman. Ég ekki að biðja ykkur að selja fasteignir, ég bara verum með í öllu. Þeir brutu brauð í heimahúsum, neittu fæðu saman í fögnuði og einlægni hjartans. Þeir lofuðu Guð og hafðu vinsældir af öllum, en Drottinn bætti daglega við í hópinn, þeim frelsast létu. Í dag sjáum við atburði gerast sem okkur óraði ekki fyrir. Beint af skjám og í tækjum sem birta hræðilega hluti eða upplýsandi og fræðandi hluti, allt eftir því sem við sækjumst eftir að skoða.
Allt þetta sá Guð fyrir. Allt þetta er okkur svo aðgengilegt til að læra af, til að varast, til að öðlast þekkingu eða til að skaða vitsmuni okkur og trú. Valið er frjálst, Guð gefið frelsið, við ákveðum. Í 12. kafla Daníels eru þessi merku orð sem eiga við fram til okkar tíma og segja allt sem segja þarf. En á þeim tíma mun Míkael hinn mikli verndarengill sáir verndar landa þína framganga og það skal verða svo mikil hörmungatíð að slíkt mun aldrei verið hafa frá því menn urðu fyrst til og allt til þess tíma. Á þeim tíma mun þjóð þín frelsuð verða, allir þeir sem skráðir finnast í bókinni og margir þeirra sem sofa í dufti jarðarinnar, munu og uppvakna, sumir til eilífslífs, sumir til smánar, til eilífðar andstyggðar. Og hinir vitru munu skína eins og ljómi himinhvelfingarinnar og þeir sem leitt hafa marga til réttlætis eins og stjörnurnar aldur og ævi. Hugsið ykkur hvað það er mikilvægt að leiða öðrum fyrir sjónir, raunveruleika Guðs. En þú, Daníel, halt þú þessum orðum leyndum og innsigla bókina þar til að endalokunni líður. Margir munu rannsaka hana og þekkingin munu vaxa. Og Daníel heldur áfram. Ég, Daníel, sá og sjá, 2 aðrir englar stóðu þar á sínum fljótsbakkanum hvor. Annar þeirra sagði við manninn í línklæðunum sem var uppi yfir fljótsvötnunum: hversu langt mun til endisins á þessum undursamlegu hlutum? Þá heyrði ég til mannsins í línklæðunum sem var uppi yfir fljótsvötnunum og hann fórnaði hægri og vinstri hendi til himins og sór við þann sem lifir eilíflega og sagði: 1 tíð, 2 tíðir og hálfa tíð. Og þegar vald hans sem eyðir hina helgu þjóð á enda, mun allt þetta koma fram. Við erum búin að skýra þetta út hér í Boðunarkirkjunni og þetta er aðgengilegt á netinu hvað þessi tímabil þýða. Og þetta eru ár, 1 dagur er sem ár í biblíulegum spádómum. Daníel segir: ég heyrði þetta en skildi það ekki og sagði því: Herra minn, hver mun endir á þessu verða? En hann sagði: far þú, Daníel, því að orðunum er leyndum haldið og þau innsigluð þar til endurinn kemur. Margir munu verða klárir, hreinir og skýrir, en hinir óguðlegu munu breyta óguðlega og engir óguðlegir munu skilja það, en hinir vitru munu skilja það. Já, og við höfum séð og heyrt skýringar á þessari bók. Það er búið að opna hana fyrir löngu. Í 11. versinu segir: frá þeim tíma hinn daglega fórn verður afnumin, það er þegar að Jesú var krossfestur, og viðurstigð eyðingarinnar uppreist, munu verða 1290 dagar og það þýðir ár. Sæll er sá sem þolugur þreyr og nær 1335 dögum. En þú gakk áfram til endalokana og þú munt hvílast og upprísa til að taka þitt hlutskipti við endi dagana. Ég persónulega hlakka til að kynnast Daníel eftir upprisuna. Kæru vinir, þið sem komið til með að hlusta á þetta, þessi spádómur allur komin fram, nema það allra síðasta. Það er bara að gerast. Við sjáum það og greinum það með ljósi Guðs orðs. Lesum í atburðarásina og snúum hjarta okkar til Guðs. Það er okkar lausn. Hann er okkar athvarf á degi neyðarinnar. Hvað tímanum líður er ekki okkar að fást um. Enginn veit daginn né stundina nema sá einn sem sendi soninn í heiminn til að frelsa mannkynið frá dauða. Enn og aftur, það er ákvörðun okkar, frjáls vilji okkar sem ræður hvert við snúum okkur, hverjum við treystum fyrir velferð okkar
og lífi. Hvort sem við lifum eða deyjum, þá verum Guði falin alla stund.